Góðan daginn, við erum velkomin í þáttinn Sanna Reykjavík. Við ætlum að byrja þennan þátt með sniði sem við hefum ekki gert áður. Ég er hérna mættur í Spöngina og ég ætla að ná tali á gangandi vegfarendum hérna í Grafarvogi og spyrja hvernig þeim finnist að búa í hverfinu, hvað megi laga, og ég ætla einnig að spyrja það út í málefni líðandi stundar og það sem hefur verið að gerast í borginni. Þú býrð í Grafarvogi, segir, hvað eru búið þar lengi? Síðan 2003. Og hvernig hefur þér fundist að búa þar? Hefur hverfið verið að lagast með tímanum eða hvernig finnst þér að vera þarna? Það er búið að vera flott uppbygging hérna í mörg ár, þannig að já, ég myndi segja það. Og er eitthvað svona sem að þú myndir vilja að borgin myndi bæta þarna í hverfinu? Sko, mér finnst þið verið að gera það núna eftir að Úlfarsvelli líka fór að stækka og kannski eins og þeir eru búin að vera að segja núna nokkur ár að komi vestunarmiðstöð þarna. Vantar fleiri búðir þarna, en annars er þetta frekar fínt bara. Nú eru fréttir að koma í síðustu viku vegna vinnuskólans í Reykjavík, úlingavinnunni. Það var ákveðið að hækka ekki launin hjá úlingunum. Þeir eru á mjög lágum launum eins og er. Hvað finnst þér um þá ákvörðun? Bara, þú veist, eins og ég segi, ég hef ekki mikla skoðun á því, en þú veist, mér finnst það að fá borga bara eins og þau vinna. Ég meina, ég hef unnið sjálfur úlingavinnu og þetta er örugglega ekkert eitthvað skemmtilega sem úlingar gera, þannig að þetta verður að borga örugglega aðeins betur. Já, býrð þú í Grafarvogi? Ég bjó í Grafarvogi mörg ár, svo tók Samfylkingin við og ég flúði. Og hvert fluttir þú? Garðabæ. Þú fluttir í Garðabæ, en finnst þér betra að búa þar heldur en í Grafarvogi? Þetta er bara heiminn og helvíti. Hvað var það svona helsta sem þið fannst að þyrfti að gera betur í Grafarvogi? Sko, fastnagjöldin eru náttúrulega alveg sky high og það var aldrei neitt gert. Aldrei. Ekki eins og í Reykjavík. Ég meina að þú varst bara að ganga ofan í ruslatunnu að koma í miðbæ Reykjavíkur og ég hef ekki farið í miðbæ Reykjavíkur í mörg ár. Hefur eitthvað verið að fylgjast með fréttunum í síðustu viku varðandi vinnuskóla Reykjavíkur og það að vera ákveðið að frysta launin hjá ungmennum? Já. Ættu þeir ekki bara að gera það fyrir sjálfan sig? Búið þið í Grafarvogi? Já. Og bara hafið búið hér alltaf? Já, ég hef búið með bara síðan ég fæddist. Nánast allt lífið mitt, sko. Og hvað eru þið gamlir? Við erum 18 ára þessu ári. Já, og verðum 18. Finnst ykkur bara mjög gott að búa í Grafarvogi? Það mestu leyti er bara mjög gott að búa hérna, en ég held að það gildi bara fyrir alla. Strætó er mjög lélegur að mæta á réttum tíma. Ég bara mætti fá lest, sko. Lest, akkurát. Í síðustu viku voru að koma fréttir um það að laun í vinnuskólanum, úlingavinnu, að þau urðu ekki hækkuð. Margir tala um að launin séu mjög lág fyrir. Hvað finnst ykkur um það? Á að hækka launin í vinnuskólanum fyrir úlinga? Já, ég man eins og í 8. bekk þá fekk ég 30.000 borgað fyrir heila mánuði í úlingavinnunni. Það er ekki neitt. Ég var bara, ég finnst vinnuskólan ekki fá nú mikið borgað, sko. Og áttu þið að hækka það? Nei, það var ákveðið að hækka þau ekki á þessu ári af sama fólki og fær sjálft hækkanir 2 ári. Borgarfulltrúar fá sjálfkrafa hækkanir 2 ári, en þeir ákveða að unglingarnir ættu ekkert skilið að fá neinar hækkanir. Hvað finnst ykkur um það? Finnst ykkur þetta að vera smá hræsni? Já, þetta er frekar ósanngjarnt og því bara sjáum hverju lítur út og Já, þegar ég var í vinnuskólanum þá fekk ég ekki nógu mikið borgað, sko. Ég var að vinna eitthvað 7 tíma á dag eða eitthvað og ég var í skátunum og ég fekk bara 30.000 borgað bara fyrir 3 vikur, bara 5 daga, 7 klukkutíma. Það var ömurlegt, sko. Ég kom heim og ég var bara að fara að sofa og ég var ógeðslega þreyttur alltaf og ég bara manst mér fannst það ömurlegt, sko. Voruð þið alveg að vinna mikið þá? Þú veist, það eru margir sem að hafa svona hugmyndir um að úlingar í vinnuskóla séu bara liggjandi inn í bið að gera ekki neitt. Hvernig var þetta þegar þið voruð? Það er mjög mismunandi eftir hvað mánuð þú lendir á. Ef þú ert í fyrsta mánuðum til dæmis þá ertu með alla vinnuna baki þér, en ef þú lendir kannski í síðasta mánuðinum þá er rosalega lítið eftir. Þannig að mjög mismunandi eftir því. En maður þarf alltaf að gera eitthvað. Það er kannski sumir dagar sem fara ekki neitt mikið, en að mestu leyti er maður að gera eitthvað. Ég var í skátunum alltaf og við vorum bara með ógeðslega mikið af börnum, skilur, og við þurftum alltaf bara að passa þau og fara með í strætó og eitthvað. Það var rosalega vinna, sko, og bara líka sett á mann, sko. Hvað finnst ykkur um þá ákvörðun að það er ekki að hækka launin í úlingavinnunni? Bara hræðilegt, ég vil meiri pening. Maður vill náttúrulega meiri pening, sko, en ef það er ekki hægt, þá er það ekki hægt, sko. Sósíalistar lögðu fram tillögu í borgarstjórn í síðustu viku að laun borgarfulltrúa væru ekki hækkuð. Það er engin borgarfulltrúi með laun undir 1,2 milljónum á mánuði. Hvað finnst ykkur um að þetta sama fólk sé að hækka sín eigin laun en segi síðan á sama tíma nei, við ætlum ekki að hækka laun í úlingunum? Smá eigingjarnir, sko, en alls veit ég ekki, sko. Býrð þú í Grafarvogi? Já. Og hefurðu búið lengi? Já, 25 ár eitthvað svoleiðis. Og hvernig finnst þér að búa í hverfinu? Fínt.
Eitthvað svona sérstakt sem finnst að þyrfti að gera betur, sem að borgin gæti gert betur fyrir hverfið? Það voru fréttir í síðustu viku varðandi Vinnuskóla Reykjavíkur þar sem var ákveðið að laun ungmenna eru fryst. Þau eru á börn í 8. bekk eru á 700 krónur á tíman og það var ákveðið að frysta launin. Hvernig finnst þér það? Mér finnst það ekki fallegt. Og svo sjáum við mitt á sama tíma að borgarfulltrúar þeir fá vísitöluhækkanir 2 ári launum. Finnst þér það sanngjarnt á sama tíma að þetta fólk sé að senda þau skilaboð að sumir fái frystingu en aðrir ekki? Það er náttúrulega ekki samræmið þarna í hljóð og mynd, sko. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Finnst þér borgarstjórnin vera að leggja meiri áherslu á hverfin sem eru nálægt miðbænum frekar heldur en úthverfin? Ég bara veit það ekki alveg. Nei, ég held að sé nú kannski frekar meiri svona eins og bara stefnan í, já, eins og ég er svo ósátt við að fólk sem að fær arðgreiðslur að borga ekki útsvar vegna þess að svo margir sem borga sér lág laun, háar arðgreiðslur og borga þá ekki til samfélagsins og þá er ekki hægt að halda uppi almennlegri þjónustu á vegum borgarinnar eins og til dæmis bara skólagarðarnir og borga betri laun fyrir unglingavinnuna og hlúa að svona samfélagslegum þáttum og mér finnst sem sagt ég skil ekki á hverju þeir eru undanskildir útsvarsgreiðslum þeir sem fá arðgreiðslur, ég skil það ekki. Já, sem að þiggja þjónustuna og eiga jafnvel börn sem að sækja leikskólaþjónustu á peningum. Árið 2020 þá við sósíalistar reiknuðum það út að borgin hefði getað fengið 8 milljarða ef að það hefði verið lagt útsvar fjármagnstekjur það árið, þannig að þetta eru miklar upphæðir. Já, þetta eru mjög miklar upphæðir og ég bara skil ekki á hverju fólk sem að býr hérna meðal okkar og er að borga sér arðgreiðslu þurfi ekki að borga til samfélagsins eins og við. Þá væri hægt að halda uppi betri þjónustu og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli og mér finnst að bara borgarfulltrúar eigi að leggja áherslu á að sækja þessa peninga þar sem að þeir raunverulega eru og við eigum rétt á. Þú ert liðbyrjandi í Vinnuskólanum, hefur eitthvað verið að fylgjast með fréttunum undanfarið að það er ekki að hækka launin í Vinnuskólanum? Þetta er alltaf búið að vera svolítið hot topic milli leiðbyrjanda núna og eins og Alexía Raut er búin að vera yfirleiðbyrjandi okkar, hún er búin að vera að tala svolítið við okkur um þetta og við höfum alltaf verið að tala við börnin um þetta okkar sko og þetta hefur verið svona, við fundum hún alltaf vikulega og við höfum svolítið talað um þetta hvað okkur finnst það mikið bull og vill þess að það sé ekki vera að hækka þetta og þetta er alltaf búið að vera svo mikið svona hvort það sé hækka eða hvort það lækka, búið að vera svo mikið svona þannig þetta er bara, við höfum spjallað svolítið um þetta, okkur finnst það ósanngjarnt sko. Hvernig finnst þér launin í Vinnuskólanum? Ekki það góð. Ég er að vinna á öðrum stað og ég fæ mun hærri laun sig. Og svo sjáum við á sama tíma, sósíalistar lögðu fram tillögu í síðustu vikum að laun borgarfulltrúa verði ekki hækkuð eins og þau hafa verið að gera 2 ári hingað til og hækka alltaf með launavísitölu en svo segir þetta sama fólk að það sé ekki hægt að hækka laun í unglingum. Hvað finnst ykkur slík vinnubrögð? Mjög aðstæðanlegt, ef þau að fá launa okkur geti ekki börnin fengið að líka. Þetta er faktískt ekki lögleg vinna fyrir börn eins og þau sem eru undir, þetta eru 15 ára, 14 ára krakkar og hinn eru jafnvel yngri, 13 ára sem eru 8. bekkjum sko, þetta er 9. bekkjum sem ég er með. Mér finnst það bara algjört rugl sko, ég skil ekki okkur að það geti ekki hækka laun þeirra eins og öllum mönnum. Þetta er algjör þræla vinna sem þau eru í en eitthvað pínarusl og pikka einhver beð og eitthvað, jú, þetta er náttúrulega allt er reynsluna að læra á þetta en þetta er samt bara rugglega að sé ekki að hækka þeirra eins og öll önnur laun sko. Reykjavík og eins og þið sáu þá erum við byrjuð með svona ný innslög sem við erum að fara að vinna með að hafa í upphafi hvers þáttar og við ætlum að fara inn í öll hverfin í borginni og tala við íbúa og athuga hvernig er að búa í hverfinu og hvað megi gera betur og auk þess að spyrja málefni líðandi stundar í borginni. Eins og þið heyrðuð og sáu þá vorum við svolítið að ræða málefni Vinnuskólans og við erum komið hingað til að ræða það líka. Af því að í síðustu viku þá var tilkynnt að launin í Vinnuskóla Reykjavíkur yrðu fryst í ár, þau myndu ekki taka hækkunum og ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða þau sendu í kjölfarið yfirlýsingu þar sem að þau mótmæltu þessum aðgerðum harðlega. Ungmennaráð það er vettvangur fyrir unglinga yngri en 18 ára til að taka virkan þátt í mótun samfélagsins og hafa áhrif í sínu nær umhverfi. Og eins og segir á vefsíðu Reykjavíkurborgar og 6 ungmennaráð eru að störfum í hverfunum og er starfstími hvers þeirra 1 ár í senn og hefst starfsárið 1. október hvert ár.
og ungmennaráðin hafa svo með sér samráðs- og samstarfsvettvang Reykjavíkurráð ungmenna. En svo ég komi aftur á vinnuskólanum að þá var ákveðið að hækka ekki launin frá því fyrra og eins og staðan er núna og við kannski birtum það á skjánum þá eru launin svona að fyrir ungmenni sem hafa lokið 8. bekk þá eru þau 711 krónur á tíman, unglingar í 9. bekk eru með 947 krónur á tíman og þau sem hafa lokið grunnskóla fá 1184 krónur á tíman. Og við vitum öll að það er mikil verðbólga og í raun eru þá launin að lækka með árið fyrra vegna þess. Eins og ég segi, já, þá geysar verðbólgan og þetta er eitthvað sem að ungmennum líst ekki vel á. Og ég kíkti einmitt inn á verðlagsreiknivélina áðan hjá Hagstofunni og til þess að halda yfir verðlagi þá þyrftu launin í 8. bekk að vera 832 krónur en ekki 711 krónur. Í 9. bekk þá ættu það að vera 1022 krónur og í 10. bekk þurftu að vera 1278 krónur bara til að halda yfir verðlag. Þannig að þetta telur allt yfir heilan mánuð. En til þess að koma í þáttinn og ræða þetta er hún Úlfhildur Elísa Hróbjörnsdóttir komin. Hún er í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Vertu velkomin. Takk. Heyrðu, hvað segirðu? Hvernig, mér langaði bara að spyrja þig fyrst, hvernig leggst þessi ákvörðun í þig og ungmenni sem þú þekkir með að hækka ekki launin í ár? Já, það var náttúrulega rosalega mikið skellur að heyra þetta svona, sérstaklega eftir að hafa verið búin að vinna í viku, maður var að búa sér 10% hækkun eins og öll önnur laun hafa fengið. Og sérstaklega eftir að vera byrjuð að vinna, það er rosalega erfitt að sjá launin þá, þess maður hélt maður að myndi fá hækkun og svo fekk maður hann ekki. Já, þú er sjálf unnið í vinnuskólanum með það ekki? Jú, ég vann í 8. bekk og þá var ég í garðyrkju og svo núna vann ég í viku þangað til ég heyrði af launanum. Já. Og þá var ég sett á leikskóla. Já, einmitt, það er rosalegt, við einmitt rættum það fyrir þáttinn, við kannski komum betur inn á það eftir, en svona launin, þú veist, finnst þér að vera sanngjörn með vinnuframlagið? Þau gæti hafa verið sanngjörn í 8. bekk þegar við vorum bara í garðyrkju og varúlf og meira að læra að vinna, það voru námskeið og alls konar svona uppbrot, en núna er það augljóslega ekki sanngjörn. Já, og fólk og viniðinir í kringu eru þau að tala mikið þessi mál? Já, ég meina við heyrðum af þessum launum þegar við vorum á ungmennaráðsfundi og það voru allir bara rosalega pirraðir yfir þessu. Já, og tilkynningin kom eftir að voru byrjuð að vinna? Já, búin að vinna í viku. Já, búin að vinna í viku. En já, þú varst að segja við mig að þú og þinn vinnuflokkur, þau voru látin vinna á leikskóla og hvernig kom það til? Já, ég fekk sem sagt bara að vita á föstudeginum og ég átti að byrja á mánudegi að ég hafði fengið vinna yfir höfuð og ég er sett á leikskóla. Svo mér bara sagt að mæta á leikskólan, það voru held ég 2 önnur ungmenni en þau voru ekki með mér á deild og ég var bara sett beint á eina deild með 2 öðrum kennarum og ég fekk enga kennsla neitt, ég var bara sett beint inn. Voru þið þess að 3 þá úr vinnuskólanum sem voru að vinna á þessum leikskóla? Já, það var ekki flokkur, það var engin flokkstjóri, við vorum bara 3. Og veistu til þess að það hefur verið gert í fleiri leikskólum? Já, það var engin flokkur fyrir 10. bekk sem var í garðyrkju, það var bara á leikskólum. Þannig það eru svona cirka 3 á hverjum leikskóla í Vesturbænum. Já, ok. Og miðbænum. Og hvaða leikskóla varst þú á? Ég held að heiti Dvergasteinn. Og er þannig í Vesturbænum? Já, hann er 101, það er gamla Vesturbænum. Og hvernig fannst þér að vera á leikskólum? Hvernig voru aðstæðunar? Ég meina að það var bara mjög erfið vinna. Ég var með 3 ára börn bara að passa þau allan daginn með 2 öðrum kennurum. Við lentum alveg í því að missa stjórn á þeim sem var náttúrulega mjög erfitt. Og maður var ógeðslega þreyttur eftir vinna, bara búin á því. Og það er svona, ég var eiginlega búin að einhvern veginn ljúga að mér að ég væri örugglega að fara að fá svona 1500 á tíman því að það var bara það erfið vinna. Og svo var það svo mikið svona, það var bara mjög leiðilegt svo að heyra að laununum svona eins og að það væri ekki tekið mark á vinnunum hans. Já, og þú talaðir við yfirmennina ekki satt og varst að spyrja hvort þú gætir ekki bara sótt vinnu á leikskólanum. Já, og þá einmitt sagði hann að þú þurftir að vera 18 og ef þú getur ekki höndlað að vinna á leikskólanum gegnum vinnuskólan þá getur maður ekki höndlað ábyrgðina sem að væri fólkin í því að vera liðsauki á leikskóla. Já, það var bara sagt svona, já. Og voru þetta mörg börn og voru fáir starfsmenn þá? Já, ég held við þetta hafi verið hugsanlega 20, kannski 22 börn með þá 2 leikskólakennurum og svo mér. Og hvað varst þú látin gera, þú veist, hvað verkefni varst að sinna? Bara allt, sko.
ég var úti með þeim, ég var með þeim í samverustund, ég var að svæfa þau, passa þau, hjálpa þeim í matsalnum Já. og já. Þannig að það er bara alls konar sem varst látið gera og þegar þú mætir farið eitthvað svona, hvað segir maður, svona einhverja kennslu hvernig það gengur fyrir sig eða þú veist, engin undirbúningur eða neitt? Ég var bara sett á deildina og það var bara hæ og við erum í samverustund núna, þú getur komið. Þetta er mjög sláandi af því að ef maður skoðar heimasíðuna á vinnuskólanum þá stendur í lýsinguna öllum nemendum 8., 9. og 10. bekkjar býðst að koma til starfi við fjölbreytt verkefni sem flest snúað garðyrkju og umhirðu í borginni. Þannig að þú veist, þegar þér að sækja vinnu þá gerir þið væntanlega ráð fyrir að þetta sé bara eins og fólk heldur að úlingavinnan gangi fyrir sig, að maður sé í beðunum eða í görðunum að gera hlutina bara fína. Já, það var valmöguleiki eitthvað, ég gæti verið á leikskóla og við högum í það, en þegar ég var að hugsa um leikskóla þá var ég eiginlega bara að hugsa um vera eitthvað aðeins með þeim í leikjum, hugsanlega eitthvað stöð fyrir þeim með öðrum úr vinnuskólanum. Já. Ekki bara svona sér starfsmæður að vinna á leikskóla. Já, og veistu hvort það hafi verið svona í einhver ár? Það var svona í fyrra, en ég veit ekki með á undan því. Nei. Já, maður veltiði fyrir sér einmitt, þú veist að því að einmitt eins og þið tóku fram í ykkar yfirlýsingu þá eru rosalega lítið réttindi sem þið hafið í vinnunni. Launin eru ákveðin innhliða af borginni og þið hafið til dæmis enga verkfallsrétt eða neitt svona samningsrétt og maður veltiði fyrir sér ef eitthvað kemur upp á þú veist í vinnu hver ber ábyrgðina það er ekki ljóst held ég. Við máttum ekki vera ein með börnin en það var samt nóg að vera einn annar kennari, ég var oftast ein með þeim á sér stað. Já, varst þú ein með börnin stundum? Já, þú veist, það er deild og svo geti ég verið í svona einu herbyggi. Já. Þú veist, eitthvað með þeim að kuppa eða eitthvað. Já, með nokkurum. Já. Já, og þú varst með 3 ára börnum, já. Og talaður við hina tvolingarna sem voru á leikskólanum, hvað þau voru, hvernig þeim fannst þetta? Ég þekkti þau ekki. Nei. En ég spurði eitthvað, þau sögðu bara, þetta held ég aldrei mikið, en bara gaman að fá vinnu, en þetta var líka allt áður með fréttum á laununum. Já. Og þú hættir eftir viku? Já. Ég gati því ekki, Þetta var bara eyðileggja daginn eftir vinnuna. Þetta var svo mikið álag að vera bara að lenda í krakkanum, sérstaklega þegar maður missi tök á þeim og þeir eru bara hlaupandi með öskandi sem maður bara búinn á því. Já, manni finnst það svolítið sérstakt svona fyrsta skref að bjóða úlingum upp á þetta. Þetta er svona fyrstu skrefin á vinnumarkaði og þá er þetta einhvern veginn bara, það er hvernig fólk er búið velkomið, sem mjög sérstakt. En svo ég komið aftur á launamálunum að þá var rökstuðningurinn hjá borgarfulltrúum meirihlutan sá að það væri ekki hægt að hækka launa þegar þau var að hagra í rekstri. En hvað finnst þér um það, þú veist, þau rök? Mér finnst frekar að ég horfði á fundin, mér finnst að það ætti frekar að hafa þá færri sem komast að ef að þau bara geta ekki haft meiri. En svo finnst mér líka að við varum að horfa á vitlausa hluti þegar við erum að skera niður. Af hverju að þeir náttúrulega í borginni hafa ekki stjórnað þessu. En það er hægt að hækka launin, hækka skattana á fólki með hæstu launin. Og svo náttúrulega aðal vandamáli er að ríki er ekki að gefa borginni nægan pening. Við þurfum að fara í það. Já. En þú veist, í staðan fyrir að skera niður endalist á þjónustu sem bitnar á ungmennum. Og það bara í Reykjavík. Akkurat, við höfum verið að tala svolítið að það er ekkit útsvarlagt á fjármagnstekjur. Það fólk sem lifir á fjármagnstekjum er ekki að borga neitt til sveitarfélagana, er samt að fá þjónustu fyrir og árið 2020 og að Reykjavík geta fengið 8 milljarða. Þannig að þá hefði nú ekki þurft að skera niður og þjónustan væri mun betri. Sérstaklega að skera svona mikið eins og með frístundaopnunar. Að skera svona mikið fyrir 11 milljónir. Já, einmitt verið að spara 11 milljónir þarna einhvern veginn. Já. Og svo höfum við svolítið verið að setja í samhengi því að svolítið lögðu fram tillögu í vikunum að hafna launa einhvern borgarfulltrúa og það er svona endurskoðu launastafnan og þú veist að þetta er ekki svona hátt en meirihlutinn tók ekki vel í tillöguna og bara hefur aldrei gert það nokkur sem lagt fram svona tillögur en svo sama tíma mitt eins og þú segir þá verið að fresta launa einhvernum hjá unga fólkinu og hvernig finnst þér, þú veist, hvernig finnst þér svona vinnubröð vera hjá kjörnum fulltrúum? Ég held að sé rosalega létt að aftengja sig frá fólkinu sem að þú ert í rauninni að vinna fyrir
og sérstaklega þegar þú ert komin svona hátt og ég skil pælinguna að vera ekki að rugla í eigin launum en þú ert samt að því með því að taka móti launa einhvernig. Þú ert óbeint að styðja við það og þetta eru auðvitað hálaun en mér finnst aðal vandamálið liggja í fólkinu sem bókstaflega með milljarða og þessar fjölskyldur sem að eiga alla fiski út í næðin og... Akkurat, það mikið þarna sem er bara að fara á landi. En þú situr í ungmennaráðinu fyrir Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Hvenær byrjaðir þú í því? Ég byrjaði bara, ágúst 2022. Já. Og svo ég líka í Reykjavíkurráðinu. Já, sem svona sameiginlega ráðið milli allra. Já. Og hvað eru margir í ungmennaráðinu sem þú ert í? Ætli séum ekki svona, kannski 14. Já, ok. Og hvernig hefur þín reynsla verið að því að vera þarna? Það var ótrúlega gaman bara að mæta og geta rætt hlutina, sérstaklega líka bara svona að finna þannig hópa fólki sem til í að ræða svona hluti. Og já, ég var ekki inn í neini svona fyrir bara 2022 og svo fór ég líka í nemendráði og svo skólafrísinda ráði og það bara búið ótrúlega gaman að kynna svona þessum heimi. Og ertu í þessu ráði og ertu að fara að hætta þá í ráðinu núna í ágúst? Nei, það er kosið aftur í Reykjavíkurráðið en ég held ég fari bara aftur í ungmennaráði, bjóð mig aftur fram í Reykjavíkurráði. Já. Og vona að ég geti haldið 1 ára áfram en ég bara svona að sjá til að því að byrja í menntaskóla. Já, einmitt. Það sé mikið álag. En finnst þér svona, finnst þér að sé verið að taka mark á röddunum ykkar, þið eru að leggja fram eða það sem þið eru að segja, finnið þið svona alveg fyrir stuðningi? Ég finn fyrir því að það sé reynt að hlusta og fólk kann að meta að við séum. Að mér finnst þetta mjög mikil sýndamennska og svona, við erum að hlusta á þau en það er svona ekkert gert. Já, fólk hefur svolítið verið að benda á þetta með að það er mikið talað að sé svona samráð og svona en það er stundum finnst mann eins og að sé bara að vera að tekka í svona box til að geta sagt svona við erum að hlusta og svona og er það svona, þú upplifað þetta svolítið þannig og þið? Já, en náttúrulega það er búið að vera frábært hvað við höfum náð að gera mikið sérstaklega í Reykjavíkurráðinu en maður veit svona alveg að maður er daldið að vinna að einhverju sem maður mun aldrei vera að tekið mark á. Og þið lögðu fram tillögu, var það ekki á þegar þið komið í Ráðhúsið og hvað tillögu lögðu þið fram? Ég var með að skyndihjálp væri kennd á hverju skólaári. Já, og hvernig hefur, því var vísað inn í ráð, var það ekki? Já, skólafrísindaráð og ég flytti hana þar, það tekið mjög vel í hana en ég veit ekki hvað gerist á. Þau ætluðu að setja á stað eitthvað starfshóp til þess að reyna að finna út hvort það væri verið að kenna skyndihjálp sem náttúrulega ég var búin að segja að það væri ekki. En já, þau eru eitthvað að vinna í því en mér er smá svona eins og við komum fullt á tillögum þegar maður öllum vísa frá við fengum einhverja afsakanir svo förum við ykkur ráð fylgjum þeim eftir og svo veit maður ekki hvað gerist. Já, einmitt. Það sem maður séð að hefur verið svona í gangi síðan að þessar tillögur voru þeim að vísa einn, fyrsta tillagan sem hefur tekin fyrir og það er margar eftir sem að taka fyrir það er varandi lokun á félagsmiðstöðunum. Að það að loka þeim fyrr á virkum kvöldum og þessu að vísa henni í skóla og frístundaráð þar sem ég sitt og það var lagð svona fram breytingatillaga meirihlutanum að hætta við að stytta á föstudögum en ekki, hitt og svo var sagt að þau þurfa þá bara að finna einhverjar aðra leiðir til að spara sér 11 milljónir. Þannig að, og maður uppleiði svolítið á einmitt ungmenni sem voru að leggja fram tillöguna þarna að þeim fannst þetta ekki, þau voru ekki ánægð með þetta. Nei, ég var að hlusta á þetta, ég var bara að missa viti, Já, ég man að við vorum á þessum fundi og þá kom borgarstjórinn og var að tala að þyrfti að passa upp á svefnin. Já, Af því að ef þau myndir loka félagsmiðstöðunum 15 mínútur fyrir þá myndi allir fara að sofa mikið betur. Já, ég vissi ekki hvernig spjöldin virkuði, ég ætlaði að gera ansvar en skildi ég hvernig það virka en svo komst þú og sagði það sem ég ætlaði að segja. Já, ok, það er gott. En það var svo mikið rugl, ég bara... Það er augljóslega ekki út af svefninum sem þeir eru að loka félagsmiðstöðunum. Nei, ég myndi bara til að spara einhverjar milljónir. Ég meina, ef að þið eruð að spara og ef þið þurfið að gera það, þá vil ég allan að þið séu hreinskilin við okkur, ekki ljúga að okkur. Já, það er kannski það sem stingur mest, svona, ef maður finnur að stjórnmálamenn einhvern veginn bara að finna afsakanir og geti ekki verið svona bara hreinskilinir. Mér finnst líka svo leiðilega hvað þetta mikill leikur, að ég bara tók eftir því, ég er búin að horfa á nokkra borgarstjórnarfundi. Þetta er svo augljóslega mikill leikur að reyna að vinna einhverja, leggja fram þessa tillögu sem mun aldrei komast í gegn og svo eitthvað bara til að ná atkvæði hjá fólkinni og maður bara,
þeir eru að stjórna borginni, þeir eru ekki í einhverjum monopoly. Einmitt. Bara... Já, það er svolítið mikið maður tekið eftir, ég byrjaði fyrir ári og maður tekið mikið eftir að það er svolítið svona leiksýningan í gangi og fólk er svona reitt innan gæslapp í pontu og svo líkur fundinum og myndalum slögt, þá er allir bara vinir, sko. En mér finnst þetta svo ótrúlega slæm vinnubröð sem ég bara tekið eftir í bæði borgarstjórn og í skólafrístundaráði. Já. Bara... Og hefurðu haft áhuga á borgarmálum í svona langan tíma eða frá þú byrjaðir ungmennaráðinu kannski? Ég hef haft áhuga bara á stjórnmálum rosalega lengi og mér langar alltaf að fara á þing en núna er ég svona, mér langar miklu frekar í borgarstjórn. En já, ég hef haft mjög mikið áhuga á því mjög lengi og ég byrjaði með svona hugmyndafræðirnar, eitthvað að skoða kapitalisma og kommunisma og sósíalisma og anarkisma og mér finnst það allt rosalega spennandi og bara svona söguna baku þetta. Pabbi minn er sögukennari, sko, hann er svona. Já, ok, já, frábært. Nerding out, yep. Já, og hvað er það svona við borgarmálinn sem að heillar þig? Í rauninni bara finnst mér vanta að gera okkur öll jafnari, eða sem ég finnst vanta betri þjónustu fyrir lægstu stéttina og mér finnst þetta allt koma frá peningum, ef við værum bara öll jafnari og ef þetta væri svona gegnsærra samfélag og mér finnst einmitt rosalega stórt vandamál fólk að fela peningina sína, það er svona skattaskjól. Já. Mér finnst það bara svo mikið rugl, af því náttúrulega allir sem eru ríkir hafa fengið hennan pening frá fólkinu fyrir neðan þau og það á að borga samfélaginu tilbaka, mér finnst það svo augljóst. Mér finnst það svo siðblind að setja bara á peningum. Já, einmitt, það er oft tala og svo segir svona fólk ofta að það sjálft hafi eigin pening skilið og það hafi unnið fyrir það en bara útilokar alla vinnuna sem einmitt verkafólki var að vinna og safnið sem auði fyrir þetta fólk og svo neitar það einmitt að skila hlutaði tilbaka. Já, það er óréttlátt. Sem ég vanþakklæti. Já, en hefur eitthvað svona hugsaðir, þú komst svolítið inn á þetta, hefur eitthvað hugsaðir hvað þú vilt gera þegar þú ert búin í ungmennaráðinu? Þú ert náttúrulega að fara í menntaskóla? Já, ég er að fara í MR. Já, það var smá pæling hjá mér að minnka ungmennaráðin og fara meira bara beint í stjórnmál og þess vegna er ég svona að reyna að prófa það eins. Ég væri mjög til í að vera bara í flokki og að vinna eitthvað svona unglegastarf fyrir þau. Og finnst þér vera svona mikill áhuga meðal jafnaldraðina stjórnmál eða finnst þér vera svolítið ein, þú veist, í þínu vinahópi með þetta? Náttúrulega í ungmennaráðinum er mjög mikill áhuga á þessu en það er bara allt of lítill áhugi meðal restina árgangnum. Ég er hrædd þegar þau fara að kjósa af því þau vita ekkert, þau bara vita hvað foreldrar sinni kjósa og kjósa það síðan og þess vegna verður við að ná til ungmennana. Já, og hvernig heldur að það sé best gert? Náttúrulega TikTok. Já. Posta ykkur á samfélagsmiðlum, jafnvel vera með ykkur viðburði og tala líka stjórnmál á máli sem þau skilja. Að því mér svo oft verið að fara í eitthvað svona flókin hugtök og svona og þau vita ekkert hvað það þýðir en að þú útskýrir bara þetta er í gangi, við ætlum að laga svona þá eru þau til í það. Já, áhugavert. Já, þetta er bara mjög áhugavert spjall og ég held að mörgum minnum mitt finna sláandi þetta með leikskólan. Það eru margir sem vissu ekki að þetta veri einmitt gert í vinnuskólanum að senda úlinga á leikskóla en já, ég held að þetta sé bara gott í bili, bara takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Vel. Takk. Og við segjum þetta bara gott í bili, hafa það gott.